Góðan daginn, ég heiti Sigrún Anna Karlsdóttir og prófessor í vélaverkfræði og stend hérna fyrir meistaranámi í endurnýjanlega orku og ég ætla að vera með stutta kynningu fyrir ykkur í hvað það felst í. Þetta er þverfaglegt meistaranám sem haldið hérna við Háskóla Íslands og margar deildir koma að. Nám í endurnýjanlega orku einstakt tækifæri fyrir nemendur með ýmiss konar bakgrunn, svo sem eins og í verkfræði, raunvísindum og hagfræði til að sérhæfa sig á sviði endurnýjanlega orkugjafa. Og það felast mikið tækifæri í dag í rannsóknum og þróun á endurnýjanlegum orkugjöfum, bæði á Íslandi sem á heimsvísu, enda námið okkar hér alþjóðlegt og ljóst að sjálfbær orkunýting mun vera eitt af stóru verkefnum á þessari öld í ljósi loftslagsbreytinga. Námið vel til falli fyrir nemendur sem stefna á starfsferil á sviði jarðhitaverkfræði, vatnsaflsverkfræði, jarðvísinda og umhverfis- og auðlindafræði. Og í okkar námi þá gefst nemendunum tækifæri á að vinna með vísindamönnum og sérfræðingum og verkfræðingum sem fremstir á sínu sviði í verkefnum tengdu endurnýjanlegri orku. Og það til dæmis á sviði jarðhita, vatnsafls og sjálfbærni. Það sem felst meðal annars í náminu að nemendurnir fá kynningu á endurnýjanlegum orkugjöfum sem virkjaðir hérlendis, bæði með bóklegri kennslu og vettvangsferðum í svokölluðu inngangsnámskeiði í endurnýjanlegum orkufræðum. Og þeir fá einnig tækifæri til þess að vinna með fyrirtækjum hérlendis sem leiðandi á sviði endurnýjanlegrar orku í svokölluðu þverfaglegu verkefnanámskeið, þar sem þeir vinna einnig með öðrum nemendum sem hafa annan bakgrunn og þar fá þeir þverfaglega sýn á hvernig að vinna í svoleiðis hópum eins og oft í iðnaði í dag. Þetta nám hefur verið í gangi hér við Háskóla Íslands í 7 ár og hefur gefist mjög vel og við hefur fengið mjög jákvæða umfjöllun og upplýsingar frá fyrri nemendum hvernig þeir upplifðu sína dvöl og nám hérna við Háskóla Íslands. Og meðal annars sjáið þið hérna á þessari glæru þar sem Birta Kristín Helgadóttir, umhverfis- og orkuverkfræðingur, telur fram það mikilvægasta sem henni fannst hún hafa fengið úr þessu námi. Og það meðal annars gott aðgengi að góðum og reynslumiklum hvetjandi kennurum og sérfræðingum sem kenna við háskólann og fjölbreyttur og skemmtilegur nemendahópur. Þetta eins og ég sagði alþjóðlegt nám, þannig að við höfum venjulega 50% af nemendum erlendir nemendur og 50% sem Íslendingar. Einnig telur hún fram þarna öguð vinnubrögð og áhugaverðir gestifyrirlestrar og góð tengsl við atvinnulífið. Og einnig að nemendakynningar hafa aukið sjálfstraust og samskiptahæfileika. En það hefur við líka lagt mikla áherslu á að nemendurnir fái tækifæri til þess að kynna verkefni fyrir hópi sérfræðinga og samstarfsmanna. Við með nokkur kjörsvið sem nemendur geta valið sér og þið sjáið það á glærunni hérna að þau talin upp og þau sem sagt innan mismunandi deilda, þannig að nemendurnir skráðir í deildir og sérhæfa sig á þessu kjörsviði síðan. Og þarna teljum við upp jarðhitaverkfræði, orkuverkfræði, jarðhitavísindi, orkuhagfræði, stefnumótun og sjálfbærni. Og þetta þessi áherslusvið sem nemendurnir þá að vinna innan. Jarðhitaverkfræðilínan var þróuð sem sagt þá fyrir nemendur sem vilja nýta orku á sjálfbæran hátt og þróa endurnýjanlega orkukosti með sérstaka áherslu á nýtingu jarðvarma. Nemendurnir öðlast þekkingu og sérhæfa sig í hönnun á búnaði og tækni sem gerir það betur kleift að nýta jarðhita til orkuvinnslu. Og þeir þá að sérhæfa sig í nýsköpun og hönnun og straumfræði og burðarþolsgreiningu og kostnaðargreiningu í tengsli við nýtingu jarðhita með þverfaglegu sjónarhorni. Orkuverkfræðin, kjörsviðið þá fyrir nemendur sem vilja nýta orku á sjálfbæran hátt og þróa endurnýjanlega orkukosti með sérstaka áherslu á vatns- og vindafl. Og þeir þá að sérhæfa sig í möguleikum endurnýjanlega orku frá þverfræðilegu sjónarhorni með sérstaklega áherslu á hönnun og skipulag vatnsaflsvirkjana og vindmylla.
og umhverfisáhrifa. Þriðja kjörsviðið sem ég nefni hér jarðhitavísindi og það var hannað fyrir nemendur sem vilja beita jarðvísindum til að skilja eðli jarðhita og þróa endurnýjanlega orkukosti. Þeir sérhæfa sig þá í endurnýjanlega orku frá sjónarhornum jarðfræði, jarðefnafræði eða jarðeðlisfræði. Og kjörsviðið orkuhagfræði, stefnumótun og sjálfbærni, það fyrir nemendur sem vilja nýta orku á sjálfbæran hátt og þróa endurnýjanlega orkukosti með sérstaka áherslu á hagrænar, umhverfislegar og samfélagslega víddir. Og nemendurnir eru þá að sérhæfa sig í greiningum á umhverfisáhrifum, mismunandi orkukosta sem á hagrænum og samfélagslegum greiningum. Hér sjáum við samsetningu námsins. Þetta sem sagt 2 ára nám, þar sem 120 ECTS einingar sem þarf að ljúka, sem skiptist í cirka 20 til 30 ECTS skyldunámskeið sem þá tengt hverju kjörsviði og þetta felur líka í sér að það þetta sameiginlega inngangsnámskeið í endurnýjanlega orkufræðum sem ég nefndi og þverfaglega verkefnanámskeiðið sem bindur þá námið saman, þar sem nemendurnir koma saman og vinna verkefnið. Síðan klára allir nemendur 30 til 60 eininga meistaraverkefni sem þeir velja eftir sínu áhugasviði með samráð við sinn leiðbeinanda. Og utan skyldunámskeiðina hægt að velja úr fjöldan öllum valnámskeiðum innan viðkomandi kjörsviða og einnig þá utan kjörsviða sem þá tengt áherslu sviði og áhugasviði nemandans. Hér sjáum við yfirlit dæmi skipulag og hérna tekið til dæmi jarðhitaverkfræðina sem ég nefndi sem kjörsvið. Og þetta bara til þess að gefa ykkur yfirlit yfir hvað felst í þessu og hvaða námskeið eru til boða. Annars erum við með heimasíðu innan háskólans sem þið getið flett upp á og síðan getið þið líka haft samband við nemendaskrifstofana ef þið hafið frekari spurningar. En þetta kjörið tækifærið og ég hvet alla til þess að hugleiða þessa línu þar sem það eru ærin verkefni sem standa fyrir okkur í tengslu við endurnýjanlega orkukosti og sjálfbæra nýtingu. Takk fyrir.